Viska til frelsis, 12. kafli, andleg vakning. Andlega vakningin gerist þegar sálin er tilbúin og hraði hennar er einnig undir sálinni komið. Hver og einn þarf að heyja þessa innri baráttu og á eigin vegum. Enginn getur farið för annars og enginn getur borið þig í gegnum þennan feril. Þó svo að andlegir lærimeistarar geta leiðbent og aðstóðað, er það ávallt þú sjálfur sem þarft að ganga veginn og takast á við þær áskoranir sem á veginum verða. Andlegur lærimeistar er sá sem farið hefur förin á undan og veit hvað það er að takast á við sjálfan sig og getur því leiðbent og ráðlagt. Margir vita ekki hvað er að gerast þegar andlega vakningin hefst og leita oft á tíðum til lækna og sálfræðinga sem vita heldur ekki hvað er að gerast og geta því í flestum tilfellum lítið hjálpað. Þú getur spurt, hvers vegna er þetta ekki skilgreint í heilbrigðiskerfinu og eða menntakerfinu svo hægt sé að takast á við þetta þar? Líkt og það er verkefni egósins að halda þér fjarri guðsorkunni og kærleikanum, þá gegna yfirvöld sama hlutverki og egóið. Þegar andleg vakning á sér stað, þá bregst egóið harkalega við og reynir allt sem það getur til að fá þig til að snúa af þessari andlegu braut. Það koma upp hugsanir í huga þínum hvort þetta sé vitleysa. Það finnist enga sannanir fyrir þessu. Þegar þetta gerist, mun eiga sér stað mikil átök innra með þér og miklar andstæður. Sálin sendir til þín hugsanir sem segja að þetta sé hin eina sanna leið en egóð er í þversögn við sálina. Þú munt einnig heyra sömu skoðanir hjá mörgum í kringum þig og eru hjá egóinu innra með þér, því þar eru þeirra egó að tjá sig. Það er því strax í upphafi margt sem mun leiða fólk frá hinnu andlegri opnun og snúa því tilbaka til fyrra horfs. En ekkert mun stöðva þann sem fengið hefur sterka löngun og köllun til að fara þessa för og í gegnum þennan feril. Sá einstaklingur mun hrista þetta allt af sér og halda áfram. Sá sem er tilbúin mun einnig finna sinn rétta andlega lærimeistara sem mun vera honum innan handar í ferlinu og hann mun vísa veginn. Hann mun varða leiðina og gera förina léttari. Það er margt í umhverfi okkar sem beinir athyglinu okkar í aðrar áttir og frá því sem er að gerast innra með okkur. Til dæmis að helvíti og himnaríki séu fjarlægi staðir sem við getum hugsanlega farið til síðar. Þessir staðir eru aðeins meðvitundastig sem hægt er að upplifa hér og nú. Því er það verkefni hvers og eins að finna og upplifa himnaríkið eða Guðsríkið eins og það er oft kallað hér og nú í líkama sínum. Þannig mun hann einnig upplifa það að lífi loknu. Það er engin ástæða að bíða heldur byrja að leita og hefja för sína hér og nú. Þó svo að þú hafi syndir að bera úr fortíð, þá er aldrei of seint að iðrast og byrja að ganga veginn til Guðs og leita Guðsríkisins. Hver og einn þarf að hugsa sig og sína för, því að lokum er þín för heildarinnar. Margir getur spurt hvort þá sé ekki sjálfselska að hugsa aðeins sig og sína för. Svarið er nei. Því þegar þú hefur gengið þína för og farið í gegnum þinn feril, þá ferðu að hjálpa og leiðbeina öðrum á þeirra vegferð. Þá hefur þú reynsluna og þekkinguna fyrir þann sem á eftir kemur. Þannig verður nemandinn að meistara sem hjálpar síðan nýjum nemendum. Á þennan hátt hafa þessi þekking og reynsla borist frá manni til manns í aldir og þannig mun það verða ókomna tíð. Sá sem sigrað hefur falska sjálfið, ýtt egónu til hliðar og lifir sálarmein í lífinu, þar sem sálin ræður för, er komin í Guðs ríkið og er byrjað að lifa í takt og samhljóm með alheimsorkunni eða það sem kallað er Guðsorkunni. Meðvitundin hækkar með andlegri opnun þar til þessu markmiði er náð. Sá hinn sami lifir í takt með jörðinni og náttúrunni og lífið líður þægilega áfram. Aftur á móti er sá sem stjórnast af egónu úr takti við náttúruna og umhverfi sitt og syndir sífellt á móti straumnum í mikilli baráttu. Vandamálin koma upp eitt af öðru og þessu fylgja andlegar
og líkamlega þjáningar og í þessu ástandi þrífst ótti, kvíði og áhyggjur og sjálfsblekkingin er mikil. Erfitt er að lifa í augnablikinu þar sem hugurinn er oft í fortíð eða framtíð. Sá sem hins vegar er kominn sálarmegin í lífinu er ótta og kvíðalaus og hefur lært að njóta hvers augnabliks. Innsæið styrkist og réttar ákvarðanir eru teknar og lífsverkefni sálarinnar er auðfundin. Samskipti við aðra verða auðveldari og festa og stöðuleiki eru ráðandi. Það umhverfi og þau kerfi sem flestir lifa eftir og eru sköpuð á mönnunum eru í eðli sínu úr takti við Guðsorkuna, því það er í raun tilgangurinn með jarðneskum lífum að sálin fái upplifa andstæðu hennar. Lífið býður upp á mótlæti og þjáningar sem á sigra og vellíðan. Sálin mun upplifa allar þessar tilfinningar hér á jörðinni áður en hún að lokum hverfur til sinna heimkynna aftur, þar sem meðvitundastig sálarinnar hækkar með hækkandi sálinaaldri. Þá lifir einstaklingurinn í sífellt meiri takt og samhljóm með Guðs orkunni. Þar til að lokum hún er komin í fullkomin takt og samhljóm með henni. Ekkert gerist af sjálfum sér og þarf hver og einn að hafa fyrir þessum umbreytingum. Sá sem hefur löngun og vilja mun öðlast.